Þá komið að því Nethöggur 2 hérna að fara að byrja hjá okkur á FGC Iceland. Ég held að seinasti Nethöggurinn var auðvitað 2024 í Tekken, þannig að þetta er alveg þvílíkt sem að við erum búin að breyta til hérna hjá okkur. Og fyrsti leikurinn okkar er Winner Semifinals og við höfum hérna Super MS og Ingi Þór. Báðir mjög skemmtilegir keppendur og þeir unnu líka báðir hérna. Super MS var að sigra Crownless Chief, einn af okkar helstu gildingarmönnum, og Ingi Þór sigraði Ómar til að komast hérna í Winners. Þannig að við förum að byrja núna hérna þennan fyrsta leik, og ég ætla bara að segja keppendum að hvernig ger ég það hérna? Keppendur þeim megið byrja núna, þannig að menn eru núna að fara að gera sér tilbúna í bardagan. Og þetta er fyrsta mótið sem ég er að stjórna, sem að er með hérna má ég sjá, er ekki hljóð í leiknum eða? Það væri nú gott ef við vöndum vera með hljóð í leiknum, sko. Herri, jú, byrju, augnablik, ég veit hvað er að. Það ekki meira, er það ekki? Ég kemur hljóð núna. Þarna kemur hljóðið, núna erum við að tala saman, sko. Hérna. Já, vissulega, Ingi Winnerside Holy Goat, sko. Hann er virkilega standað sér vel hérna í gildingur, sem er magnað að sjá. En núna er spurningin, er þetta tier list leikur eða hvað? Því að þetta er low tier ABBA gegn honest mid tier Potemkin, skils mér. Þannig að hérna verðum við byrjum hérna leikinn. Strax kemur inn Ingi, þekktu fyrir þetta. Armor move náttúrulega alveg stór hættuleg hérna hjá honum. Ok, flott gert. Nei! Koma engar að byggð. Fólk þannig að vera passið. Hann vel gert hérna hjá honum með flikið. Þetta hann sé aðeins að reyna að átta sig hérna líka. Super MS hvað hann á að gera, og Ingi ótrúlegt hérna. Ótrúlega vel spilað hjá manninum. Og í leik round nummer 2 hérna. Góð byrjun hjá Super MS. Vel gert hérna, komið með hann í hornið. Jú. Ok, flott, wallbreak hérna og fær meira rage. Vel gert, gott hérna. Ég veit ekki hvað það heitir, þetta er DP allavega motionið. Nei, já, Ingi kannski veit ekki einmitt að þessu super eins og en Super MS tekur leik 2 hérna, eða round 2 segi ég. Wow, hvað flög upp að þér. Vel gert. Þetta er hérna, gott range á þessu movi. Bjóst ekki við þessu. Yes sir. Ok, super. MS með super í hodninu. Wallbreak. Fullan rage meter, já. Vissulega. Hérna koma ruggluð kombo. Meira aftur, næstu fullur rage meter og kominn annað wallbreak. Hvað gerir Ingi með gott. Gott super hérna í Inga. En super með þessu með full tension meter. Þarna! Nei, það er ekki klára! Burstið komið. Núna og Super MS tekur fyrsta leik hérna. Vel spilað hjá Super MS. Og við förum aftur í lobbyið hérna. Ég sé að ég er ennþá að spectata, þannig að þeir geta farið bara beint í næsta leik. Við hérna eins og ég segi, þetta er fyrsta online mótið okkar hérna í Guilty Gear. Þannig við erum það að læra á þetta og ég sjálfur bara reyna að læra á Start.GG online dótið. Þannig að við förum hérna í leik nummer 2. Super MS komin yfir. Sem er mjög gaman að sjá því að Super MS hefur tekið sér smá pásu mitt í einhver tíma frá mótum. Ég held að sé nú aðalega bara út af staðsendingu á honum. En þetta er einmitt ástæðan af hverju við vildum hafa online mót, svo að það sé einmitt fyrir fólk sem að vil mæta á mót og er kannski ekki með
möguleikan að mæta einmitt á nýðhögg, þannig að þess vegna gerum við með þetta nethöggin. Það er að ruggla hérna venjulegt þró hérna, command grab og ætli sé nei, ekki nótur að drepa en þetta er wall. Og núna er Supermess í klandri. Nei, þetta var rosalegt. Það er ekki, nei, það er ekki í grabbinu þarna til að fá inn meira. Flottur. Samt sem aðra ungi hérna tekur fyrsta round aftur. Leikur 2 þessum að teka það. Þó low-in hérna hjá honum. Supermess. Já, nei, það er satt. Supermess má ekki tapa þessu eftir að hafa sigrað hérna Crownless Chief. Ég held að ef svo er, þá held ég Crownless að þú þurfir að fara með hann í training fyrir... Nei, þú verður að halda, þú verður að vera vörð þarna. Þetta var ominous lapp hérna upp að... En já, þá þarf bara að taka... Ég held að það sem að þarf eiginlega að gerast er að menn þurfa að fá meira training gegn annarkvæmt Potemkin eða Ingaþór. Ingaþór nefnilega spilar ákveðlega, þú veist, öðruvísi Potemkin heldur margir aðrir. Burstið, ok, hann er ennþá lifandi. Nei! Þarna kemur það. Leikur 2. Leikur 2 hérna á Ingaþór. Ingaþór sterkur af venju. Ég meina, þú veist, Ingi er náttúrulega bara stór hættulegur í þessum leik, sko. Sem er magnað að sjá þetta því að hann náttúrulega mætur á móti og er bara ég er ekki búinn að spila leiknett eða. Þetta er klassíst svo sem bara á Íslandi held ég. Að mæta allir á móti og er ekki búinn að æfa sig. Sumir einfallega eru bara þá að spila betri personur. Eða bara eru með þetta locked in í kannski eru þeir bara locked in í þessum leikjum. Þeir þurfa ekki að vera að æfa sig. Það er leikur 3 hérna, 1-1. Kannski Supermess aðeins að fara að passa sig á... Ég veit nú ekki líka hvort þeir hafi almennilega mætt hvort öðrum á móti áður, sko. Þess að Ingi er dálítið svona... Hann er dálítið svona Godslayer, eiginlega. Hann, seinast móti vann hann Moon. Hann var að spila Happy Chaos. Hann var að sigra Ómar núna og hefur sigrað hann áður. Og ég held að hann hefur meira sér líka með sigrað hérna Garuda. Sem var líka Happy Chaos. Og ég veit að hann er ekki mikill aðdáandi af Happy Chaos. Þannig að það er að magna að hann sé búinn að sigra 2 af þessar sterku Happy Chaosina. En fyrsta round aftur á Ingaþór og Ingi aftur bara þetta, þú veist. Halló. Þarna, vel gert. Hann er komin inn. Jú. Í grab. Nú þurfum við að koma okkur í rage. Flott kombo hérna. Heldur áfram. Wallbreak. Gott damage hérna hjá honum. Ingi hefur tekið Supermess útstund. Ok, já, ok, það er áhugavert. Ég meina þú veist, það er líka... Nei! Sneaky keygrab þarna. Á no-meter, já, no-one-meter hérna. No-one-rate-meter til þess að klára þetta. Þetta eru komnir í round 3 hérna. Nýfjamt en þá. Ok, góð byrjun hérna hjá Supermess. Það er að pota inn smá health. What? Þetta range, maður, hvað er að gerast? En þá lukkulegi plus þarna, þetta var náttúrulega gott búin fyrir Abba. Jú, ok, fullt rage meter meðan í hotninu. Hann á tension. Jú, tensionu hérna. Wallbreak. Jú, fullan meter. Ok, Supermess á góðum stað hérna, góðum stað. Þú verður að passa sig á þessu. Ingi elskar þetta What? Ég veit ekki að það var hægt. Þetta var alvöru. Þetta var alvöru. Supermess að standa sig ógeðslega við þarna. Þetta, ég hef ekki eins og ég sé engar gera þetta á móti áður. Hann á að fara með í gegnum með Purple Roman Carsor þarna. Ég veist ekki eins og þetta verður hægt, sko. Það er klikkað. Þetta move svo, ég veit að líka, já, einmitt, hérna DP-ið hérna, DP motionið þarna sem hún er með, það er náttúrulega geggjað move, það er klikkað. Ég man eftir að ég hef ennþá séð hérna klippu af það sem að Gold Lewis er að nota minigunnið og hún er bara að tanka það bara í smástund. Heyrðu, leikur 4 hérna og
Flottur. Dansa, já, akkurat. Ég spila nú AFA aðeins hérna á einu móti. Skítapað þess að, en... Vel gert! Gott backdash þarna til að komast fram hjá command-grabinu. Ingi líka má eiga það, þú veist, öðru söndur mikið af Bontemkiums. Hann er ekkert alltaf í command-grabunum. Sem er alveg frekar klikkað út af því að það er það sem að flestir eru að kvart yfir. Ok, það spurning hvort þetta lag var mín megin að þeirra megin líka út því að það væri freka slæmt ef að Superman er að taka kombos á bara þvílíku delay. Ok, flottur hérna, komin eiga með henni í hálfnið. Ok. Yellow Roman cancel, flottur, ok. Er hann með þetta? Er Superman að fara að taka þetta hérna? Ég held síðan bara 12 mínútur að gefa sig, sko. Það er verið alveg hreinskilin, sko. Já, núna er Superman virkilega að vakna hérna, sína það þarna þetta akkurat, þetta. Ég hef séð þetta mitt, þetta klikkað, sko. Það er gott að vera bæði með ok, það er gott að vera bæði með Super-armor hérna. Góð vörn hérna. Superman. Hér á Roman cancel. Náði ekki seinna högginu hann út áður en hann endaði. Venjuleg þró hérna. Nokkur piece. 6 piece hérna til þess að klára þetta. Nei, hérna 5 piece til að klára þetta. Judgment and Sentiment heita þetta move. Ok. Nei! Charles Dust. Ingi líka með þetta komið, mér finnst alltaf klikkað, sko. Ekki það að það sé eitthvað brjálæðislega flókið, en hann er með þetta á hreinu. Með mann sem að segist aldrei vera æfina leik. Yes, vel gert, komin í hotnið hérna. Brjóta. Yes, sir. Það sem sapna sér hérna. Með þetta aftur. Því miður og mikill plus. Það er Superman sem gerir eitthvað gott hérna. Jú. Hann er ekkert hættur líka við það að vera í hérna Nei! Ok. Það er ekkert að bursti hérna búið. Er hann að fara að chippa hann út? Potemkin! Nei! Hvað er þetta? Hann náði þessu! Super MS náði þessu 3-1 hérna fyrir Super MS. Ótrúlega vel spilað hérna hjá honum. Magnað. Heyrðu, það er eitthvað hérna í gangi. Ég sé hérna menn eru DQ'd sem er ekki alveg rétt. Þið þurfið, eitt sem er gott kannski að þið þurfið að íta á það er 3-1 hérna. Ég mun laga hvað allir eru hérna við finnum þetta aðeins. Ég mun þurfa að laga aðeins hérna skorin hérna setja mér. Heyrðu, þetta er ekki rétt. Býtum við. Þetta er ekki restart match. Það er smá hérna. Ok. Mér sýnist þið þurfa samt ennþá að gera check-in þó að já, þó að hérna, þetta er í rauninni bara get ég tekið þetta mögulega af? Nei, þetta er á, ég get ekki breytt þessu. En það er alltaf góð, ok, ég mun allavega fylgjast með hérna með þessu. En næst þá fáum við hérna Magic og Hihi. Ætla ég að fá hérna, og ég ætla að fá það inn í voice chat hérna hjá mér. Ingi og Ingi og hérna Supermestið með fara úr voice chatinu núna, bara takk fyrir leikina. Og ég ætla að fá inn, eins og ég segi, Hihi og Magic næst. Sem við. Ok. Ég meina, þú veist, Superman komin á vinnusæti hérna, fyrir eitthvað vel gert. Það sjá, er ég ekki örugglega ennþá á... Ég er ennþá að spekta þetta. Ég þarf að söppa til þín, já,
Ómar, þetta bara, þú verður að söppa ef þú ætlar að vera fá að spamma nætti perranu, sko. Þannig virkar þetta. Er ég ekki með hérna opið? Jú, ég er með þetta opið. Þarna hann, sko. Þarna hann. Það er netti perrin, mættur á sagði. Magic mættur hérna inn, Hihi mættur. Þið megið bara byrja þegar þið viljið, drengir. Og ég ætla að breyta hérna Hihi og Magic 0 svona er ég ekki örgulega spectate eða? Jú þetta er allt að koma já, sorry, ég er að horfa vitlaust á skjá, ég er að horfa á streymið það veit ekki hvað vera, ég var ekki að byrja akkur þetta ekki að koma upp en hérna byrjum við fáum hérna Magic gegn Hihi. Magic náttúrulega sigraði seinasta Nidhogg mót þannig að hann er náttúrulega stór hættulega góður hérna á chipirum líka sem var ný breyting. Hihi mættur á Anjin sinn sem hann einmitt tók líka á seinasta móti, tók ekki sinn einmitt seinast, ég veit ekki hvernig hann var í hérna bracketirum. Ég ætla að fá örlítið að kíkja hérna á hvort að það sé búið að bæta við mönnum hérna inn í, herðu það er búið, ok. Ég ætla bara að minna á líka á meðan Magic er að taka hérna og klára fyrsta rándið að á Gungnir GG er underdog bracketið. Ég ætla meira að segja að hinna það hérna í chatinu. Underdog bracket og ég veit ekki alveg hvernig þeir ætla að hátta því en ég er spenntur að sjá hvernig það fer hjá þeim hinum þetta. En við munum samt sem áður líka gera það að við munum taka finalið í underdog bracket á þessu streymi. Ég meina hvað er, ég veit ekki eins hvað ég á að segja hérna, hann Magic er sturlaður akkurat núna, hann er á einhverju og hérna kemur það. Heyrðu, ICOC Speed var að byrja, hann er að fylgjast með þessu, hann er að fara að reyta okkur eftir. Fyrsti leikur á Magic, ótrúlega vel spilað hjá honum, ég meina hann er náttúrulega bara ótrúlega sterkur á hérna chip. Magnað að hann breyttið mig til og bara chip er að standa sér rosalega vel með chip. Það byrjum við leik 2 hérna. Þeir eru, hér byrja þeir. Rotation á hjá honum Magic. Ég meina, hvað er hægt að segja? Annað heldur en bara þetta. Hvað á maður að gera? Nei! Missti súperið. Nei, og Hihi nær ekki að punisha því. Því miður. Burstið farið. Hihi satt alveg að fá sitt burst aftur. Ætlar hann nýta það hér eða bíða? Spurning hvort þetta hafi verið gáfuleg nýting á því. En nær að nýta allavega gott kombo hérna til að byrja. Flott! Ég hef gert hérna að punisha overheadinu. Er jumpinu að takinu segi. Hérna því miður. Round 1 á Magic. Maðurinn er náttúrulega bara á einhverju akkurat núna. Hann er að standa sig ótrúlega vel. Heldur pressunni virkilega vel í vegnum. Magic bara og aftur annað super hérna. Hihi er í klandri, hann þarf að finna eitthvað að leið til að gera eitthvað. Og þarna, þróið. Hann á burst. Búinn að nýta það núna. Og þó, ekki nógu nálægt fyrir lóið. En þarna næra því og næra að pikka upp. Þetta er rosalegt confirm hérna á honum. Næra ekki að klára leikinn satt alveg strax. En þarna kemur það. Og staðan er 2-0 hérna fyrir Magic. Hihi þarf að gera eitthvað, er pælingin, er verið að fara að breyta í sinn. Ætla menn að breyta til eða halda áfram.
Það Angie áfram. Ég byrju við. Ush. Ok, gott. Hittir hérna með. Já. Gott ló. Aðeins meira næri lífi núna. Nú þarf Hihi samt aðeins. Almennilega hvað hann getur gert til þess að reyna að halda áfram. En hérna, gott kombo. Ok. Þetta er bara góð byrjun á comebackinu. Hitnamed comeback. Nei, command grabið. Því miður fær Chip command grab líka og fær að scale upp veggi og fær að hleyfa sig eins og brjálægur. Flott! Ok, nærðum af strenginum. Já, þetta hann að 3 jump sem hann alltaf aftur góður. Alveg nótur að drepa. Nei, ég gera eitthvað command grab til að klára þetta. Sneaky command grab hérna til að klára þetta. Vissulega, þetta náttúrulega bara effort. Hann búinn að vera að æfa sig náttúrulega eins og brjálæðingur. Ég var náttúrulega að segja honum frá því að hvort hann ætli ekki örugglega að vinna bikarinn sem á Nýðhögg. Úrslitakvöldinu í Nýðhögg. Flottur, gott DP þarna. Því aðeins hann einhvers ná að snúsa við, því miður droppaði aðeins vörðinu þarna. Flottur, byrjar að massa aðeins á góðum stöðum með hérna. Hann Hihi má eiga það líka, hann mjög góður einmitt að massa á réttum tímum. Aftur annað super hérna, ekki alveg nóg til að drepa. En hér Hihi í klandri. Flottur! Ok, nær að halda áfram. Nei, ekki alveg nær að klára. Það ekki hjótt jumpir takinu. Nei, og þarna! Nei, ekki alveg búið. Flottur, þróið. Hann Hihi náttúrulega deadly að þróa sko. What burst þetta? Nær hann að klára þetta? Þetta seinasta möguleikinn. Þarna það! Ok. Þarna það. Hann ennþá lifandi. Hann ennþá lifandi. Þetta var clutch burst þarna. Góð vörn hérna. Hann að standa sig vel mitt á þessum jumpin. Þetta náttúrulega scary. Þessar tightrope jumps hérna. Sideswapin. Hann ekki að þróinu á réttum tíma. Meðan Magic Knight þróinu hérna komur í vegginn. Byrjar combos. Jú. Wallbreak. Ok, nú greinir að safna hann á bæði burst og hann að fara, í plus núna með tensioni eða hann getur verið að fá einmitt. Super. Það búið. Næsta move. Klárar þetta. Og þarna það. 3-0 fyrir Magic. Magic á einhverju hérna. Þvílíkt sem hann stóð sér vel hérna. Við finnum út þessum personum á eftir. Ég ætla bara straight up henda hérna Magic áfram. Winner finals á Magic. Og næst munum við fá hérna býtum við, ég hef búinn að ákveða hvað, já, Ræsmann Jóbi Trópi næstir. Þannig að ég þakka mönnum hérna. Takk fyrir leikinn strákar, þið megið fara úr voice chat núna. Og ég ætla að fá inn Ræsmann og Jóbi Trópi inn á leikinn. Þetta verður áhugavert. Fá hérna. Það Faust, við fáum að sjá annan Chip líka. Það verður Faust og Chip hérna. Ég reyna að setja upp. Hvað ég að reyna að setja upp? Jóbi Trópi og Ræsmann. Þetta Losers Round 1. Og þannig að já, augnablik.
Og nú munum við fá hérna Faust og Chip. Og við sjáum hérna Ræsmenn mættur, hann er meira sem með Chip outfitið hérna á sér. Hérna býtum við, hvernig get ég... Nei, hérna leika sem með boltana. Þetta er nú ekki, sko, ég ætla nú að byrja á því að segja, þetta er nú ekki flottasta húsið sem að ég, sem að ég hefði getað valið. Ég skal alveg viðurkenna það, ég er ekki búinn að gera mikið fyrir húsið mitt hérna í þessum leik, sko. En þið megið bara byrja þegar þið viljið. Þið megið bara byrja þegar þið viljið. Þannig að núna eru menn að gera þessu tilbúna. Ræsmenn hérna, hann er, ég held að hann sé mitt að, já, enn á flytjinn, ég er ennþá, þetta er akkurat, ég er ennþá á flytjinn, sko. Þetta er ennþá, þetta er í lagi, eins og er. En ég er spenntur að sjá hvernig þessi leikur mun fara. Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blame the beasts, heaven, or hell. Versus Faust. Nei, tánin sæt mjög lætið maður. Þarna, nú erum við að tala saman, sko. Ok. Byrjum það strax, já, ég man eftir þetta, ég hef búin að sjá þetta þetta, sko, núna er líka málið. Hann er líka svo góður í þessu. Bara run up, grabbið, þetta fá hérna hárið. Lukkulega nær Ræsmann að losa sig við það. Grabbið komið hérna, komin í vegginn. Nú sjáum við líka einhvern spila allt öðru í sig. Chip. Þetta, þarna, stórhættulegt. Haldur hann áfram. Þetta er svo erfitt. Kallar á félaga sína. Burstið farið. Komin í vegginn. Já, ok, er þetta döður? Er þetta döður Faust? Nei! Ok, hann næri þessu samt, hann næri að pikka upp alveg í lokinn hérna. Flottur. Vel gert hérna hjá honum. Nýttir. Nei, heyrðu, halló. Það er 2 klippingar. Já, ok. Ég var að pæla hvort það myndi fara í 3. líka. Ég allavega hefði ekki búist í því. Ok, gott kombo hérna. Faust er náttúrulega stór hættulegur í þessu patchi líka og ég veit að Jóbi er búinn að líka vera að æfa sig alveg ágætlega með fólkinu. Já, akkurat Dr. Bolthead. Já, alveg rétt, ég var að gleyma því. Já, ég skil þetta, honest mitt tyranti. Þetta er náttúrulega, þetta er erfitt að spila heiðarlega persónu, ég tengi, sko. Því miður, þetta er hann stór hættur, ég er alltaf bara hræddur við þetta. Kemur meira ótrúlegt áfram. Þetta, sko, hann er líka náttúrulega með reachið og því miður hljópa hann bara bein. Fun fact, Bubbi er Faust main, það er ekkert annað. Það kemur ekki á orð. En Jóbi tekur fyrsta leik hérna. Virkilega sterkur. Þá í leik 2 hérna. Ræsmann. Grípið Bubban. Það hefur verið að grípið Bubban. Ég er að bíða spenntur út af Bob mæti loksins í Tekken maður. Ég var nú að spyrja um þetta í gær hérna hvort sé ekki stutt í hann. En Kuni Mitsu er ekki eins og komin út þannig að. En það er líka spurning með Nei, því miður. Píl. Núna byrjar brjálæðin. Því miður þá er þetta overhead. Ég meina þú veist þetta er náttúrulega augljóst overhead. Já, því miður hann var búinn að íta á annan takka hérna á undan. Shuriken. Vel gert. Komin í burstið farið. Jóbi að fá virkilega góð púl hérna á þetta. Nei, ótrúlega gott hérna. Punish á þessu. Flott. Já, já. Ræsmann, ekki láta. Erfitt. Erfitt. Þarna, ok.
Purple því miður. Lóið. Þetta leit satt vel út fyrir hann ræðsmenn hérna í smá stund. Kominu veginn. Sukiyaki. Nei, hann lenti á hárunu. Því miður þá þetta hárið sem kemur úr hínu þannig að það ekki nóg að gera árásán til þess að losna við það. Slæmi staður. Oh my god, vel gert. Og lóið. Jóbi að vera sneaky hérna með lóin einmitt. Já. Og það leikur 2 hérna á Jóbi Trúbi. Ræsmann ekki að fara að ná að finna út hvað Jóbi að gera. Mankind knew that they cannot change society. Það er hann eitthvað aðeins að ranka við sér hérna. Já, Jóbi að líta virkilega sterkur út hérna. Við erum Magic fór að ná í pítsu. Erum við gert hérna heppin með hvað er þetta command-grafið hérna? Flottur! Vel gert, komin með henni vegginn. Byrja að báða hérna burst líka. Þannig að næsta, einmitt. Þarna, burstið, nei ekki burst beitaði. Erfitt. Báðir lenda í sprengjunni. Já. Það er ekki nálægt mér að koma cancelinu til þess að halda áfram. Ok, flottur hérna. Nær að klára þetta. Nei, nær ekki alveg að klára þetta. Stei! Klassíska Faust-súperið í kornurinu þegar hann er í klandri. Þetta, Jóbi hefur gert þetta ófáusunum. Þetta hlaupa líka inn hérna. Mini-Faust. Kemst fram hjá alla Mini-Faustinum. Overheadið. Stengir. Reyna að koma sér inn. Sukiya! Shuriken! Þetta var ömurlegt! Hvernig gat þetta gerst á þetta? Þetta er nóg! Ekki nóg til að drepa. Nú kemur Miracle. Nei, ég ætla að segja Miracle Combat-ið var að fara að koma. Heyrðu. Þá er það 3-0. Fyrir Jóbi Tróbi. Jóbi bara virkilega sterkur hérna. Alveg bara rugglað að sjá hann hérna. Þá þökkum við þessum keppendum hérna og næsti leikur er Crownless Chief Omar. Þetta var á seinasta móti en þetta var í Loser Quarterfinals í staðinn fyrir að vera í Losers Round 1 eins og það er akkurat núna. Þannig að fáum hérna við eftir að Ómar mæti. Ég sko annarkvort er þetta stacked tournament eða bara þú veist, það er náttúrulega allt öðru stemming þegar maður er online sko. Þetta er náttúrulega allt öðru sér að keppa í þessu þegar það er online. Það getur verið að vinna, ég glemdi að setja fórslæg. Já, ok, skilji. Nei, Super með þessi, já, vissulega, þú ert líka að standa það ótrúlega vel. Þú ert að vinna finals hérna, sko. Þannig að núna, ég man ekki eftir hvort að þið Magic hafi einhvern veginn spilað áður á móti hvort öðru. Það geti hafa verið þegar Magic var ennþá að spila Bridget myndi ég halda, mjög á Jötunheim held ég að það hefði verið. Hérna er Ómar mættur. Kiryu mættur hérna. Þið megið bara byrja þegar þið viljið. Hérna, heyrðu, Naguriyuki á móti
Ætlið þið að spila... Ætlið þið munu spila hérna... introið? Man. Duel 1. Let's rock. Já, býtu. Glemdi nú að setja hérna overlayð í gang hérna. Það sjáum við Crownless Chief, Omar. Þetta er líka reynd, sko. En þetta eins og er eitthvað sem Omar keppti við nú á seinasta móti. Keppti á móti Wusbobbin sem var að spila Nagoriyuki á því móti. Þannig að það voru að Omar hafi lært eitthvað aðeins þar. Hérna, það eru super hérna. Spurning hversu mikið damage þetta gerir til að klára eða ekki. Ekki alveg. Svo ekki eins mikið damage svo ég bjóst við. Wow! Þetta er röglega Just Lean. Já, við fáum Just Lean hérna í gangið. Það er ekki að brjóta, það er ekki að koma að vegnum. Chipið. Nei, heyrðu, hann, ekki það. Það hætti að halda niður vörninni. Erfitt hérna. Það var overhead. Já, ok, það er málið. Flottur. Það er að koma að vegnum. Wallbreak. Áleika efni í lífi hérna en... Bjóstuð örgulega burstinu þarna. Gott burst hérna hjá Crownless. Sjá þetta chip damage líka. Burstið fara hérna hjá honum. Omar. Nei, þróið. Því miður hoppa aðeins og ná. Þannig er það fyrsti leikur á Crownless Chief hérna í Losers Round 1. Ætli Omar Duel 1. Let's rock. Ok. Búin að eða burstinu hérna. Gott! Throwbreak. Ok, góð hérna. Offense hjá honum. Omar. Góð stað hérna. Flott. Nei! Því miður. Það er ekki þróinu. Halló. Hvernig er þetta í lagi? Flott low. Burstið. Lífið hjá Omar bara hvarf. Bara á 0-1. Flottur. Blood Rage. Yes. Ja, Blood, ég veit ekki hvað það heitir á minnlega en hann misti gríminu sína hérna. Og Elfeld. Omar tekur hérna fyrsta... Nei, heyrðu, nýja múið bætt. Throw. Nei, þetta er partur af ég held að sé partur af kombóinu núna, minnum mig. Throw hérna, komin í vegginn. Annað, þetta er command throw held ég. Það er í klandri hérna. Aftur, no, ok. Ok. Það er rugglaðan sé í plús eftir þetta brjálæðislega fljóta low. Það er klikkað. En Óman er hérna aðeins að koma áfram. Range hérna á honum líka er alveg rosalegt. Þetta er ekki læg. Sjá þetta chip, maður! Hvað er að gerast? Þetta er þriði leikurinn í röð þar sem að Chip er að spila mikinn stóran part í leiknum. Þá er ég að meina Chip Sanif og núna er það Chip Damage, bróður hans. Þeir eru með sama fornafn. Gæla Roman Casual.
Hann er ekki. Hann verður að klára, hann verður að gera stór damage hérna. Nei! Heyrðu, ok. Hann má ekki lenda í nokkuð sköpum. Nei! Ég var, talaði of fljótt. Hann mátti ekki lenda í nokkuð skapanum. Þetta var ekki einu svona, lífið hann sást ekki einu svona þarna. Og Kránles tekur leik 2 hérna. Og það rómar að ná einhverju hérna. Duel 1. Let's rock. Þetta er rosalegt chip hérna sem hann er að ná á honum. Og þetta þró líka bara. Þetta er, sko, hann er búinn að ná að hitta 2 árásum á hann, sko. Og þetta var eiginlega farið bara, sko. Perfect hérna. Omar, nú þarf þetta að gera eitthvað. Flott throw. Ok, vel gert. Því miður er hann komin í hotnið hins vegar. Bjóstu þessu hoppi. Sjá þessi move. Það er rugglað að þetta sé að gera svona mikið damage. Já. Throwið, ok. Nú kemur það, nú kemur... Nei, það er svo fljótur með þetta. Flottur. Á ekki nóg fyrir super. Þarna! Ok, hann er ennþá lifandi. Hann er ennþá hérna inni. We are still in this. Erfið. Komur upp í loftið. Ég veit ekki of hátt kannski í tónlistinni. Eða í hérna hljóðunni í leiknum. Aðeins að lekka. Flott. Því miður þróið. Þetta líka að ná að halda sér í burtu með þessum tökkum er líka rosarætt. Og maður að reyna að komast, reyna að opna þetta. Og er þetta búið hérna? Ekki alveg. Og maður þarf að gera eitthvað gott hérna, gott low. Nei, heyrðu, halló. Komin í hotnið. Wallbreak. Yes, sir. Omar. Þetta low er svo stór hættul. Hvernig er þetta svo fljótt og... Þú veit ekki... Nei, því miður. Ef hann lendir í Blood Rage hliðina þar þá er hann ekki... Þá er hann... Ég veit ekki alveg hvort það sé allavega plus... Eða í mínus eða ekki en það er... Í miður var hann of nálægt þegar hann fór í Blood Rage þarna. Og Kránles... Chief tekur þetta 3-0. Þetta var erfið aðstæð til að finna sig í þarna hjá Ómari. En vel gert. Býtum við? Já, ok. Það er ekki fyrir þetta. En þeir leikur þá búin hérna og þá fáum við næst Ingi Þór og Jóbi Tróbi. Þá byrjar, sko, bullshit o'clock. Þá byrjum við núna að bæði Potemkin og þeir gerir Blood Rage Plus út af einhverju. Já, ok. Ok, það er crazy. Það hlaut að vera. Herri, Jóbi Tróbi og Ingi Þór hérna. Þá byrja þeir. Ómar er hérna ennþá í herbygginu fyrir einhver ástæðu. En hann má það. Og þá þið megið bara byrja þegar þið viljið hérna. Skrifa hérna inn. Jóbi Tróbi og Ingi Þór. Átján. Þetta er Losers Quarterfinals sem að þessir menn eru í
Já, ok, það var... Ég skil þig. En já, því mig byrja. Ég veit að hann Jóbi er eflaust að velja sér lag. Það held ég að sé örugglega málið. En... hvernig breytir maður lag? Ég hef ekki hugmynd, sko. Ég veit ekki heldur eins og hvernig ég held að lögin séu bara að birtast hjá mér, sko. Þannig að ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta virkar. En hérna byrja okkar menn. Enter character, select song, and stage. Ok. Það allt í góðu. Ég veit ekkert hvað neitt af þessu heitir, sko. Þannig að þú ert ekki eins og stressað á því, sko. Ég giska á það að eitt af þessum út af því að var 2 mismunandi þróð sem hann hendi út. Hann kránlega ég gíska á annað þeirra hlaut að vera command grab og hitt var venjulegt þróf, þannig að það er spurning hvort ég valdi rétt, sko, það er spurningin. Heyrðu, þá byrjar þetta. Ingi Þór, Jóbi Tróbi. Bitið er command grab. Ok, þá hafði ég rétt fyrir mér. Í minningunni alltaf, ég held ég hafa kallað það command grabið. Hér byrjum við. Hvernig er fyrsta? Herðu, super armor. Nei! Þetta er líka, sjá líka stóru persónur hérna. Núna er þeir líka báðir með mikið range hérna. Ég spurning hvernig Ingi nær að berja skeitt. Þetta var ekki í lagi. Þetta range, maður. Herðu, Ingi er sko að vakna hér, sko. Núna er eitthvað að gerast. Núna er eitthvað að gerast hérna. Hammerfall. Ok, gott hérna, hvað maður að gera við. Því miður nær högginu þarna og annað command grab. Gott hopp frá command grabinu. Og annað command grab, hann er bara... Ég var rétt á hann að segja, Ingi spilar ekki mikið að nota command grabið. Hann greinilega skipt skoður í þessu leik og núna er bara command grabið all in, sko. En Ingi að standa sig sturlað vel hérna. Hvað ætlir Jóbi gerir núna? Hand of Doom. Hvað er það? Hvaða move er það? Mega pistól hérna. Þetta líka, þú veist, hann er náttúrulega svo vanur að henda þeim þessu hérna. Flottur! Flott, gott hopp. Mér finnst líka eins og Ingi kemst svo oft upp með þarna gott backdash á command grabinu. Ingi kemst líka svo oft aftur á command grab. Kemst svo oft með Hammerfall. Það er klikkað move. Hann er að nýta sér það svo vel. Og Dust hérna. Hvað er ára fyrsta rándi. Jóbi var allavega að reyna á einhverju núna. Ok. Gett hérna. Minifaust, bjargaðu. Já, Minifaust hjálpaði vel hérna.
En það sé mitt málið er að Ingi mun ekki geta batla við... Nei, því miður! Mun ekki ná að gera mikið ef að Jóbi næra aðeins að henda út fleiri hlutum. Ég held nefnilega, Ingi er nefnilega venjulega ekkert rosa góður gegn svona random bullshit. Flott góð vörn þarna gegn Dustinu. Aðeins og fljótur! Ekki alveg nógu mítí. Flott. Bakka. Danger hérna komið. Hann er komið satt nógan meter. Försti 1. Hérna. Mitt random bullshit á hói. Hann lendi sjálfur hérna í. Minifaust. Nei, Minifaust ekki bjarga það. Passaði á. Nei, Aberfól. Nei. Herru, ok. Nú er bara spurning hvort hann er að gera meira fyrst. Og hérna. Jóbi nær rándi. Hann er ekki döður en þá. Flottur. Því mér er aðeins og meaty move þarna. Ok, flott. Ja, því miður. Nú fær Ingi fekk... Nei, þvílít. Flott, vel gert hérna líka. Náði einmitt gegn superarmonu. Jóbi er aðeins að reyna að ná betur núna, að reyna að halda sér burtu frá Inga, hann veit að einmitt að hann er hættulegur! Já, og þarna einmitt helmingur hlutur sem er að drepa akkurat það er málið, því miður. Ok, Jóbi nær leik hérna 1-1. Heldur mitt að Jóbi er að átta sig á því einmitt að Ingi er ekki alveg nóg góður gegn svona random hlutum að gerast. En Ingi sjálfur líka að reyna að komast inn. Standa sig ágætlega vel í því. Mankind knew that they... Duel 1. Let's rock. Hún fól. Nei, gott hopp þarna, beint yfir command-grabið. Það er að byrja að sjá þetta aðeins meira. Passaði sig. Heppinn. Það eru 2 afró. Nei, því miður sprengjurnar að lenda á honum. Gott burst þarna. Minifaust. Nú byrja super. Nei, því miður. Þetta var svo heppilegt þarna. Sjá þetta líka, þú veist, þetta er svo ruggluð persóna. Og þið ráðu hvort ég var að tala um þarna. Já, hann getur verið döður hérna. Nei, eru þið lettir á sína einu bananhýðu? Heppilegt, þetta voru 2 högg þarna. Superamóru og síðan er hann næsta. Þeir hoppa. Nei, ok, þeir hoppa ekki. Ég var nú að sjá Inga nefnilega að byrja leikina á því að hoppa, en þarna var það breyting. Mega Pistol aftur þvílíkt move. Því miður og plus. Command grab sitt, command grab hérna. Fyrir hárgreiðslu. Og plus. Nei, það er ekki að nýta sér einmitt þetta. Kannski ekki besti tíminn til þess að bursta. Þetta er svo mikið þetta Mega Pistol er svo fucking rugglað move, sko. Flottur. Því miður. Armor á þessu. Þú veist, það er líka bara öll múvin sem að Potemkin hoppar inn með eru fáránlega góð, sko. Þannig að lowið líka. Pyrrandi low. Flott, vel gert golfswingið. Minifaust, yes! Minifaust bjargaði er ekki nógu mikið! Núna er Jóbi í klandri. Já. Bara að sleppa þessu. Go next. Go next. En 2-1. Nú er Megafist er það mínus, já. Mér finnst þess að allir lenda, ég veit ekki hvort að hann sé bara að
hann sé bara að speysa þetta rétt að mér finnst þess að enginn er að pönnu sig almennilega. Mankind knew that they cannot. Duel 1. Leikur 4 hérna, er Ingi að fara að taka þetta eða er Jóbi að fara að snúa þessu við hérna? Við byrjum hérna hjá Inga, nær meiri sér að fá sér smá mat. Banan í hiði. Gott burst þarna, nær einhvern veginn að komast fram hjá sprenginu þöks í burstinu. Þetta var áhugavert. Hvernig sá þessu? Ingi líka bara búinn að átta sig á þessum þetta, ef hann hendir í þetta, ég glemur hvað þetta heitir, faceplantið, að þá það er gott gegn súperinu hjá Faust. Og lóið. Ingi gæti verið að fara að taka þetta. Jóbi þarf aftur að reyna að ná aðeins að koma hlutum út. Flott, vel gert hjá Jóbi. Spurning hvort þessi kleinur hafi verið þess virði. Super, yes, þetta klassíst Jóbi að henda í þetta super hérna. Þá sem að sjá þetta. Ok, gott. Yellow Roman Council eiginlega hjálpaði Jóbi þarna. Hann er svo hættulegur hann Ingi. Hvað? Þarna aftur, annað super gott. Já. Ekki nóg til að drepa. Burstið farið. Nei! Já. Hann Ingi tekur þetta 3-1. Þetta var heldur mikið brjálæði. En Ingi heldur áfram í losers semifinal hérna. Og næsti leikur sem við ætlum að fá hérna er Hihi Crownless Chief. Þannig að við þökkum spilunum fyrir þennan leik. Hihi og Crownless Chief næsti er á svæði. Já sko, af hverju gera það flestir? Það er mjög margir sem gera það. Ég get alltaf sagt að ég held að ég hef aldrei unnið nokkuð skapaðan pott sem ég hef mætt í bracketi. En nú fáum við góðan leik hérna, Hihi og Crownless Chief. Báðir mjög sterkir hérna. Takk fyrir það, Jóbi minn. Mér þykir við öndum ykkur alla hérna í samfélaginu. Og nú byrjar þetta Hihi og Crownless Chief. Og hér byrjar þetta. Hvaða persónu ætli maðurinn velji? Það er spurningin. Þá fyrir við í næsta leik hérna. Crownless Chief og Hihi. Ég man nú eftir að þetta var nú Grand Final fyrir ekki það löngu. Allavega loser final man ég. Þannig að nú fáum við að sjá hérna í loser quarterfinals. Heyrðu, það er Anna Potemkin. En þessi Potemkin er spilaðar aðeins öðru sig held ég. Mér finnst bara eins og hún sé eiginlega fljótari heldur. Ég heldur eiginlega miklu meiri ferð allavega heldur en Ingi spilaðan. Ok, gott lóð hérna. Vel gert, gott backdash hérna hjá honum. Hjá Hihi. Það var alltaf svo sannarlega ekki.
Já, akkurat, loser finals, já. Veitu, var Hihi ekki einhvern veginn í öðru seti? Er ég að misminna? Gott damage hérna. Gott burst hérna til hann koma hann frá sér. Já, já. Counter. Eða parry. Superið. Gerir góða hluti hérna. Hvað hlýtur að gerast hérna? Flottur. Wallbreak hérna. Hihi á góðum stað. Mega fyrst. Það er hún vel í loftinu hérna. Annað. Það er spurning hvort að Dust hefði geta, einmitt, down Dust þarna í lofti, eða Dust hefði geta gert eitthvað. Nei, ok! Og Hihi tekur hérna fyrsta leik, ok, vel gert. Það er spurning, ætla Kránunes að halda áfram. Já, mér myndi að hann hefði lent ekkert um í öðru seti. Hihi er nefnilega alveg sterkur, sko. Stendur sér mjög vel á mótum, sko. Spurning hvort að sýnist Kránunes mögulega vera að fara að velja sér einhver aðra persónu. Er það Slayerinn? Því ég veit að Hihi á mjög erfitt með Slayer. Já, þetta kemur Slayerinn út. Hihi á nefnilega mjög erfitt með Slayerinn hans. Það er svona eiginlega versta matchup hans. Nei! Það er ekki að pörsa þetta burst samt því miður. Við fáum Slayer combos. Damageið, sjá líka bara hversu mikið damage er búið að gera hérna, en hérna byrjar smá sók. Vel gert, gott lóð þarna. Flott, vel gert! Wall break. Frekar jafnir í lífi, en hann á hins vegar 100% og hérna... Nei! Það er ekki aðeins svo langt í burtu! Oh my god, þarna, heyrðu. Halló, halló. Hér eru hlutir að gerast. What? Hihi. Ok, góð hérna, gott offense. Counter. Komin í vegginn. Og nær hérna, halda kombóna fram, Dust. Jumpið. Gott throw. Hihi er bara, hann elskar að henda út throws. Saman hversu unsafe það getur verið, þá er hann mikill fyrir það. Hendur kombónu hérna gangandi, komin í vegginn. Já, næra breyka. Yes sir. Ekki no super til að geta klárað. Hérna kemur það. Round 2 á Kránunes. Get burstið hérna farið. Counterinn þarna. Ég veit ekki alveg hvað gerast þetta leit út fyrir að eiginlega að vera dálítið ruglandi. Gott counter. Super. Heppinn. Hann lifir hérna þá. Nei, counterið. Ok, flottur, hann er ennþá lifandi. Nei, annað counter því miður. Og þetta gæti verið döður, yes sir. Já. Og Kránunes Tík tekur leik 2 hérna 1-1.
Slayer á Orafarma, já, ég meina, þú veist, það er nú bara hans daglega brauð. Leikur 3 hérna, ætli Hihi geti gert eitthvað. Gegn þessum Slayer, hann er alltaf að lenda í klandri með hann Slayer. Þetta er erfitt. Erfitt hlutur að gera sérna. Hann hefur nú getað klárað þetta bara með Super örugglega. Nei, því miður. Og hérna Super til að klára þetta í þetta sinn allavega. Counterinn. Stóri hvað er að gerast hérna. Lúpjurnar. Því miður. Því miður, segi ég nú bara. Ok, Hihi að byrja eitthvað. Nei, hann svo langt í burtu fyrir Red Roman cancelið. Ykkur henni í plus þarna. Eða getur hérna adjusta sig þarna. Burstið. Þetta er alltaf skrambúl ef ég voru að segja eins og þér. Þarna er hann að gera eitthvað með Red Roman cancel. Gæti verið búið hérna. Hann er með Super. Þarf ekki á því að halda. Nei! Ok. Og Crownless Chief tekur leik. 3-2-1 fyrir Crownless Chief. Leikur 4. Hihi aftur, eins og ég segi þetta, hann er í smá klandri gegn Slayernum hans Crownless. Núna er hann að hitta hann hérna úr þessu, úr spinninu. Magna, hann er að hitta hann alltaf úr þessu spinn, hann er eiginlega að tímast þetta fullkomlega. Fari í Superið. Ekki alveg rétt tíminn til þess að henda út fiðröldunum. Ok, hann bjóst við að hann myndi hoppu. Hann ætlaði að reyna að vera tilbúin að það. Ok, flott. En burstið fyrr. Throw. Þú veist, það er... Þú veist, hvað á... Góð vörn hérna. En það er mjög erfitt að átt svo hvað hann er. Throw! Nei, því miður! Og annað throw á móti til að hendur í vegginn. Jump Dusty hérna. Gott overhead, já, gott low hérna. Þetta kom bara fram. Nei, því mér droppar því. Var að góðum stað þarna fyrir þetta. En núna Crownless kominn í sókn. Vá, Super! Og er að safna sér ennþá meira. Nei, er ekki að komast upp í 100 áður. Ég hefði búist því að hann hefði hent út 100 Superinu ef hann hefði gátt að... Og það... Nei, what? Virkar þetta? Nei! Þetta var geggjað. Því miður náðu ekki að komast fram með því. En að spinnið geti stoppað þetta Super er rosalegt. Vel gert hjá báðum samt sem áður. En það var því miður ekki nóg til að halda Crownless í skefjum. Staðan er var 3-1 hérna, sem þýðir það að Crownless mun núna fara áfram að keppa Inga Þóra eftir. En áður við förum í það, áður við förum í Crownless Chief Ingi Þór, þá ætla ég að athuga með ok, Redemption Bracket er ekki komið í Grand Final ennþá, þannig að við höldum bara áfram með okkar.
Og við förum þá bara í Winner Finals. Super MS gegn Magic næst. Þetta verður eitthvað sko. Þú veist, Honest Low Tier ABBA gegn Unfair High Tier Chip. Þannig að nú sjáum við hvernig þetta fer hérna hjá þeim tveim. Og já, alveg, færa þetta frá. Og við förum í sjá, þetta er Winners Final hérna. Super MS og Magic. Hey Magic, komið með, þú ert næstur Magic. Þú ert næstur. Þú búinn að sækja pítsuna þín eða? Þú veist að Ísland tapaði í Tekken eftir að hérna út af pítsahlaðbarunni sko. Við fáum hérna, þeir eru báðum mættir, sé ég, í voice-chatið. Þeir eru glæð rétt og komið hérna hann Magic. Þeir eru flippast hérna í voice-chatinu. Nú byrjar sko alvöru leikur. Það er Magic Super MS. Eru að vera næs og hvernig hann hérna í voice-setinu. Mankind knew that they cannot change society. Duel 1. Let's rock. Okay. Svo er góð vörn hérna hjá Super MS-ið mitt. Þetta er smá erfitt með að opna hann hérna. Nei! Ok. Burst búið hjá báðum. Ég veit mögulega að gera við þetta. Þetta nóg til að brjóta. Já, ekki nóg til að gera eða super í þetta. Ok, fyrsta í leikur fer hérna, eða fyrsta round segi ég afsakið. Fer á okkar mann Magic. Tæknilega séð er Super MS Norðurlanda hérna representative fyrir top 8. Nei, þetta var klikka kombo hérna. En hins vegar er ríkjandi Norðurlands afsakið meistarinn í Guilty Gear er Magic. Því hann vann hérna nú er ég að muna hvað það hét. Nei! Heyrðu, ok, super gegn super. Þetta var vel tímasett hjá honum. Vel gert! Ok, þeir eru ennþá lifandi. Þeir lifa enn. Vel gert! Super MS er alveg klárlega með hluti á hreinu hérna. Aftur þetta command grab er stórhættulegt. Nei! Dropkickið! Nær honum hérna, hann er með super. Yes! Eyðir því hérna í vegnum. Er vist ekki nóg til að drepa hérna. Nei, já, alveg þetta snýr líka við. Ok. Ekki halda áfram með þetta burstið hérna, já, vissulega. Er þetta nóg til að gera? Þetta var alveg að horréttum tíma.
Því miður, þetta var klikkað. Þetta var svo nálægt þarna. Þeir tveir eru nýfjafnir hérna. En Magic tekur fyrsta leik. Leikur 2 hérna hjá þeim. Magic og Super MS. Duel 1. Let's rock. Hopp hérna úr Superinu. Er eitthvað suð? Er það í leiknum? Ég skal bara lækka eins í leiknum til þess að það til ég get tekið hérna smá pásu eftir þennan. Það er hérna að klikka að sjá. Hérna nær hann. Þetta treytuðu þrísar röð hérna, þvílít var aðeins. Já, keygrab með góðan stað hérna. Nei, gott DP hérna hjá honum. Reyna að hlaupa í burtu frá Rage. Því miður þá er hann líka betur í Rageinu. Hann er að koma upp til. Nei, aðeins og sett fyrir það. Oh my god, þetta var vel gert, gott hopp þarna. Meira kombo hérna, hann á Super líka fyrir meira. Nær hann með hotnið, góðum stað, ekki nóg til að drepa. Þarna, vel gert. Nóg til að drepa hérna. Og jafnar þetta, þennan leik. Báðu komin á final round hérna á þetta. Meira. Damage. Er að vera klikkað hérna. Nei! Það er nóg til að drepa. Æ, burstið á fullkomnaðasta tíma svo eftir Shuriken. Nei, ok. Því miður ekki. Og Super MS tekur fyrsta lagi leik af Magic sem ég held eiginlega, ef ég er að muna rétt, þá held ég meiri sé að Magic hafi farið 3-0 líka í... Já, ok, hann er nú bara búin að taka 2 leiki, en hann er búin að taka 3-0 báða 2 leikina sína. Þannig að þetta er tæknilega sér fyrsti leikur sem að Magic tapar hérna í mótinu. Og Norðurlandið er mætt í chati til þess að styðja sinn mann Super MS. Ok, nú byrjar brjáluð pressa hérna hjá honum Magic með þetta hérna, góð. Er það nóg til að drepa hérna? Super, já. Vissulega, fyrsta round dominant. Hérna hjá Magic. Þannig að það er nóg að gera hjá honum. Meira, gott low. Meira, Sukiyaki. Vá, hvað þetta er klikkað. Sterkur leikur hérna, Super. Ekki nóg til að drepa. Supermestar að gera eitthvað gott hérna. Nei, og þróið ekki alveg til nóg til að drepa.
En það er 1 confirm og það getur verið búið. Þarna! Nei, náðu ekki alveg að klára. Og þarna kemur það, og þetta DP. Yes, DP hérna til að klára þetta. 2-1. Fyrir Magic. Ekki alveg viss hvað suðið getur verið. Ég reyna að átta mig á hérna hjá mér. Sýnist nú mækin minn virðist vera kemur að þegar ég er að tala kannski mögulega. Mér sýnist þetta ekki verið leiknum allavega. Ok, virðist vera farið, ok, það er gott. Blessed, ég laga þetta með því bara að hunsa. Þannig vinnur maður eiginlega yfir tæknimálum. Kvekja og slökka aftur eða bara hunsa þá til að hættir að virka. Eða fólk hættir að kvartir í því. Vel gert! En hins vegar að gera... vel gert! Gott súper hérna! Og fyrir Jealous Rage. Kjellur Rómin. Þetta var rosalegt! Og meira, já. Komin round yfir. En sterk byrjun hérna hjá Magic. Super. Wall break. Vel gert! Já. Næstu í fullan Jealous Rage meter. Bjóstu DP-inu þarna. Það kom ekki. Þetta. Damage. Líka bara travel lengthið sem hann náði þarna. Það. Burst. Bettaði burstið á fullkomum tíma. 2-2. Super MS að standa sig rugglað vel hérna. 2-2. Þetta er nýfjæmt hérna í Winner Finals. Það er spurning hver er að fara að taka þetta? Þetta getur verið frekar sturlað hérna. Vel gert! Gott challenge þarna á þessu jump-in. Rosalegur! Super! Pressuna í veggnum hérna. Nú stóðst það. Þetta ekki vera... Nei, hann droppaði þessu þarna á hræðinum stað. En það er alltaf góð að hann að pikka upp aftur. Og döss til að klára þetta. Komin á round, game round hérna. Set round. Burstið farið. Erfið trade þarna. Aftur dropkick. Dropkick gera góða hluti hérna hjá Magic. Nei, og hann nær. Confirma þetta hana. Hann á svo mikið meter líka. Þetta er stór hættulegur staður. Klikka super hjá honum. Komur í... Oh my god, já, auðvitað. Jealous Rage. Búið. Hann er með henni í horninu. Þróið. Hann er ekki með. Hann á super. Gæti ekki vera. Þetta burstið. Oh my god. Klikka maður. Þeir eru báðir að spila bara af sér vitið. Oh my god, dust líka hann í gegnum. Set point hérna á þetta. Vel gert.
Droppa hérna. Hann þarf að ná Jealous Rage hérna. Einmitt. Góðum stað. Þetta gæti litið... Þetta lítur svo vel út fyrir hann, Super MS. Burstið bara til þess að halda hann frá sér. Bara reyna að eyða eins mikið og hann getur... Og þetta getur verið búið. Fær hann. Hann fær ekki tækni. Ó, þetta er það. Þetta er það. Oh my god. Super MS hefur tekið þetta Winner Finals hérna, komin í Grand Final Winner Side. Þetta var eitthvað annað góður leikur. Þetta var eitthvað. Það get ég sagt ykkur, sko. Þetta var rosalegu leikur. Ég veit ekki, ég get ekki eins og hvað ég sagt, sko. Þeir eru líka hérna í voice chatinu alveg að missa vitið. Hann er, ég ætla ekki að fara að hlusta á hann er að standa sig klikka vel hérna. Super MS heldur áfram. Og hann er sko öskrandi í þessu. Þetta er líka einmitt það sem að Super MS þegar að býtum við, það var Magic, Super MS og síðan Super MS á lokum. Þetta var einmitt það sem að man á Jötunheim þegar að hann komst, hvort það var ekki top 3 eða eitthvað. Hann var svo nálægt að komast í Grand Final Winner Side. Þarna er það komið núna á fyrsta Jötunheim hérna nei, fyrsta nethögg fyrir þetta. En heyrðu, við ætlum að taka áður en að Crownless Chief og Ingi Þór koma, þá erum við komin hérna í Winner, eða í Grand Finalið hérna á hérna Underdog bracketinu og ég ætla að henda því á skjáin hjá okkur. Þannig að ég ætla að biðja mína menn hérna sem að voru í Grand Finalinu hérna, Juice Kid og Valdi Kaldi, ætla að koma hérna og taka Valdi Kaldi byrjum að sjá Underdog bracket Finals. Ætli þetta passi inn á það? Þetta passar ekki alveg. Ég ætla að lesa Underdog Finals. Þetta passar. Þetta passar, ok. Valdi Kaldi og Juice Kid. Ætla að koma hérna til mín í til þess að sína Norðurlandi líka, svo að við getum átt okkur því hvernig þeir eru að spila þarna. Ég meina, þú veist, sko, ég ætla nú bara að segja það, Winner Side Grand Final er Norðurland maður. Þannig að við erum að sjá að þeir eru að koma þarna inn. Ég meira að sjá. Ég er að bíða eftir hérna einmitt að þeir eru að leiðin inn. Heyrðu, ég vissi ekki einu svona að væri hægt að vera í text chat fyrir voice chat. Ég er svo gamall, sko. Ég veit ekki hvernig þetta virkar, sko. Er suðið alveg hætt eða? Erum við í góðum málum með það? Ég ætla allavega að vona það. En með því þegar þeir eru núna að taka einmitt að mæta hérna félagar okkar af Norðurlandinu, þá vil ég bara þakka Valda sérstaklega fyrir að hjálpa mér að skipuleggja og líka bara þeim á Norðurlandi fyrir það að taka þátt hérna í online mótur okkar hérna fyrir Guilty Gear. Mér þykir mjög vænt það að við séum að reyna líka að tengja hérna mismunandi svæði á landinu aðeins í þessum mótum og ég verður með tilkynningu líka aðeins eftir mótið varandi Norðurland og þeir munu vera með Guilty Gear mót á Norðurlandi, þannig að það er spurning hvort að fólk sé ekki tilbúið að mæta þangað. Hérna séum við Elfelt og Unica. Ja, fullt af lore hérna í gangi akkur núna. Og hérna eru mættir hérna. Við fáum að sjá
Underdog, finally, hver er að fara að taka þetta hérna? Já, heyrðu, Valdi er winner side, ég glúti því. Þannig að vegna þess að þetta er grand final hérna hjá þeim í... Við erum passið inn eða. Svona, næstu. Og það er svona. Hérna sjáum við Juice getur standa sig vel. Það er wallbreakinu hérna. En Valdi er búinn að standa sig rosalega vel líka á þessu eins og er. Nei! Og nær fyrsta rándi hérna. Valdi kaldi með fyrsta ránd. Kemur inn. Ekki að ná að hitta þessu hérna loka. Sló til að reyna aðeins að pota inn. Elfeld með hann í hotinu núna. Það er ekki þróinu. Meira. Damageið, Yellow Roman cancel hérna til að koma. En ekki nóg til að gera og kominu vekkinn. Það er ekki að follow up á þessu. Stöndi yppirinn. Dauður. Yes sir. Wallbreak til að ná því. Flott vel gert. Burstið hérna til að nota að koma sér í burtu. Þetta er náttúrulega klikkað fireball. Flott. Vel gert hjá Valda. Halda pressunni hérna gágandi. Í miðun er ekki red Roman cancel, það fer bara purple. Og heldur áfram hérna. Meira damage. Hittast í loftinu. Og yes! Fyrsti leikur á Valdi kaldi hérna. Vel spilað. Þeir voru með báðir að sína það að þeir eru að taka rangt hérna. Ég held að Valdi, hvort hann hafi náð ég veit að Juice Kid var seld í Silver 1 þegar hann kláraði og Valdi er Silver 3 ef ég maður rétt. Þannig að þeir eru samt sem áður flottir hérna að mæta á mótið, taka þátt. Flott. Andy er hérna hjá honum. Valda. Ok, gott lóð hérna, stöndi yppir múi líka. Komin í. Því miður! Voru hátt uppi fyrir þetta. Og eftir þetta, gott kombo hérna. Já, heldur áfram með Red Roman cancel. Gott kombo hérna, virkilega vel gert. Næstu búinn að koma honum í næsta hot. Yellow Roman cancel ekki alveg að rétt tíma sett hjá honum. Pressan hérna í hotninu, þetta getur verið chippað út. Nei! Ok, fyrsta round hérna í leik 2 á komið á hann Juice Kid. Klikkað. Wallbreak. Já, super. Það góðast að bara run up. Bara fuck it, run up, I'm running up. Þeir getur mjög að klára þetta með super, en wow, það er eiginlega varla neitt líf eftir. Já, chippið út af það ekki. Perfect, þeir segja. Meira komin aftur í hotnið hérna meðan Juice Kid það er með gott kombo hérna í mitt hjá sér með Unika. Fireballið, þetta er náttúrulega ruggluður range á þessu. Og vörð þarna á fireballinu hjá Elfeld. Nei, hann er komin í hotnið. Það getur verið búið. Red Roman. Nei, Purple Roman segi. Getur verið gott damage hérna, komið overheadið og lowið. Leikur 2 fer á Juice Kid hérna. Vel gert. Menn að tala um lórið hérna. Það er lórið í chatinu. Leikur 3 hérna.
Mun Juice ná að resetta bracketið hérna hjá sér til þess að ná að komast áfram og mögulega taka underdog bracketið segi. Í bursti farið. Klikkað. Gott low hérna, hann með góðan staði. Nei, því miðan ekki að pönnusa þessu grab attempti. Flottur kom hérna í vegginn. Meira. Lowin, hann næri alltaf með lowunum. Gott kombo, klárar þetta? Já, hann klárar þetta. Gott loka kombo þarna fyrir hann. Tekur fyrsta rándið. Já. Er ekki þróinu þarna. Hérna pressa á hann. Ekki halda áfram. Aftur, hann með þetta kombo á hreinu. Hann Juice Kid. Nei, ok. Kombo. Ok, þetta getur verið búið hérna hjá honum. Nei, er ekki. Lowið. Juice Kid tekur þetta hérna. Ok. 2-1 fyrir Juice Kid. Þetta lítur út fyrir að hann getur verið að fara að resetta bracketinu hérna hjá sér. Leikur 4 hérna, þetta fara að vera bracket reset hjá Juice Kid? Eða Valdi að fara að snúa þessu aðeins við hérna hjá sér? Það er ekki alveg búin að díla nógu vel við Juice Kid maður, hann með heilt kombo þarna freka vel á hreinu sko. Og þetta fireball líka alveg stór hættult hjá Unica. Gert. Ger aðeins svo mikið þetta þarna einmitt. Ég gleym alltaf kortið, ég held sér heavy. Slash. Og eftir þetta kombo, nær ekki retro menn hins vegar, en það skýtur ekki máli, hann með gott kombo samt sem aður. Þetta getur verið búið hérna. Já. Juice Kid að koma sterkur inn hérna. Það var kannski ekki best að run uppið þarna fyrir hann. Meira damage hérna hjá Valda. Valdi það nú að gera eitthvað hérna til þess að ná að opna Juice Kid upp. Flott, gott kombo hérna. Komin í vegginn. Nei! Já, þarna. Minn er ekki að klára með stóru höggi. Burstið farið hérna hjá Juice Kid. Yellow Roman cancel. Hittir lowinu aftur. Þarna, þetta getur verið búið. En með nógu mikið damage. Já. 1-1 hérna, final round. Hann á reset point hérna, Juice Kid. Valdi þarf að gera eitthvað stórt. Sjá þetta damage bara. 30% farið. Gott range hérna á þessu. Mjög jafnir í lífi. Bursti strax búið, ég ætla að fara að segja það mitt en hann er komið bursti. Það er strax hvarf. Hérna red. Damage. Brjálaði hérna. Hérna Roman. Koma sér í burtu. Nei, hvað? Þetta getur verið slæmur hlutur. Oh my god, hann er með gott hérna. Nær hann inn. Yes, hann nær inn. Verður það nóg til að drepa. Hann er með góða hluti hérna. Burstið aftur komið. Þetta kemur það. Og Juice Kid hefur resetað
bracketinu. Þannig að við fáum hérna áframhaldandi... Nei, byrju, var það ekki þannig sett upp? Nei, heyrðu, sorry. Nei, byrju, ok. Augnablik. Það voru komið að því, sorry, ég þurfti aðeins að spjalla við keppendur, það var rétt, ég bara var að... ég var bara með þetta villust. Grandfælar... Ég veit ekki ennumlega hvort þetta sé alltaf að fara að passa á þetta. Jájá, er þetta ekki skilulegt? Underdog Grand Final Reset. Er þetta ekki svona cirka... Þið veitir hvað ég er að tala um hérna. Þið sjáu líka báðir eru losers hérna, þannig að þetta er allt í góðu. Þetta meikar allt saman sens. Hvað meira hérna komið. Ok, gott super hérna hjá Valdakalda. Það er ekki að halda áfram með þetta! Getur verið við. Og lowið. Jú. Underdog True Final, heyrðu, það geti passað. Ég held að við skulum reyna það. Underdog True Final. Þarna! Ok, takk fyrir þetta. Núna virkar þetta. Það hljóma líka meira badass. Gott að yellow. Roman Cancel. Sjáðu þetta damage hérna á þessu. Unika er með alveg frekar saucy combo hérna. Nei, er ekki að klára wallbreakið því mér hafa óvalega. Burst er strax farið. Ég er ennþá að reyna áttu sig almennilega hvernig spacingið á að virka og Valdi er alltaf bara að hoppa í þetta move hjá Juice Kid. Og pressa hérna hjá Valda í vegnum. Það er vissulega nóg til að drepa. Sorry, til að wallbreaka. Ekki til að drepa. Flottur! Með aftur í vegnum. Því miður ekki kannski besta tíminn til þess að gera throw. Því miður er eitt fireball betra en annað. Og Valdi tekur fyrsta leik hérna í Underdog True Final, eins og sendur hann uppi. Við erum í leik 2, sjáum hvernig þeir ná að halda áfram. Duel 1. Let's rock. Og vörn hérna hjá báðum, bursti farið hjá báðum. Hann þarf að meira að gera þetta, sko, held ég, í loftinu, að reyna að gera meira af fireball í loftinu, út af því að alltaf þegar hann lendir, þá lendir hann alltaf í lófinu. Þarna, ok! Það er að gera loka hit í viðbót. Við tala saman. Uss, er hann nóg til að drepa? Já, vel gert hérna hjá Valdi. Hann er eitthvað aðeins að ranka við sér hérna í bracket resetinu. Vel gert, flottur, nær honum í loftinu hérna meira.
Þetta er samt alveg klassískt sko. Ekkert heit sko. Þetta er ekkert heit, en þetta er klassískt Smash Bros hlutur sem að gerist alltaf á öllum mótum hjá þeim. Það sem að það er Grand Final Reset, sem er eitthvað, þú veist, Grand Final sjálft er geggjað hérna stressandi, síðan er resetið þá er bara 3-0. Það gerist alltaf oft og hérna kemur 2-0. Ég held að vera 3-0. Þú veist, ég hef séð á þó nokkuð börgumótum hérna hjá þeim í smá seiminum. Þannig að það er spurning hvort að þetta sé að fara að endurtaka sig í Guilty Gear líka. Og meira af leikjum hérna. Hér fáum við leik 3 hérna, geggjað mapp bæði vei. Við fengum gott lag líka. Þetta er sterkur leikur hérna hjá honum, félaga mínum. Þannig að kaldi að virkilega sterkur þetta var að vera perfect hérna. Ekki alveg! Nei, þetta er ekki verið perfect, en burstið hérna til að reyna að hægja upp með þetta. Það er bara að halda tilbaka, því miður virkar það ekki. Gæti verið að Valdi sé að fara að taka þetta hérna. Juice þarf að gera eitthvað. Það byrja kombo, byrja smá sók hjá mönnum. Þarna, núna er að byrja aðeins að komast inn með hoppunum. Hann er að standa sig vel hérna. Því miður, ekki alveg nóg til að gera. Flottur. Hérna byrja kombo. Red Roman. Þetta er að fara að gera mikið damage. Eitt. Já, þarna kemur þetta. Hann er þó vakandi. Það er að vakna í honum hérna. En Valdi er á underdog bracket point. Ég veit ekki alveg hvað var að kalla þetta. Flottur! En það er burstað. Nú byrjar sókn hjá Valda, komin í vegginn og annað wallbreak. Hann er alveg að standa sig vel með þessu kombói. Þeir eru allavega með eitt kombo báðir sem að þeir eru að standa sig mjög vel að hitta bara alltaf. Þetta getur verið búið hérna. Þetta getur verið búið. Hann þarf bara að hitta einu höggi hérna, eitt confirm. Þá erum við komið með þetta. En, ó nei. Damage. Ekki alveg nóg til að drepa. En þarna var það nóg til að drepa. Því miður hljópa hann áfram beint inn í lasergeislan. Juice Kid fær 1 stig hérna. Hann er ekki ennþá dottinn út. Hann er ekki búinn að vera. Byrjum hérna. Gott trade hérna. Aðeins að bakka mikið. Nei, heyrðu, þetta var fyrir að klikkaði hérna. Fireball hérna hjá Elfeld. Því miður fær Purple. Nei, heyrðu. Glass. Það er ekkert annað. Ok, gott burst. Já, núna eru menn byrjaðir að átta sig á því bara að 5P-a bara massað út. Ok, Valdi kominn aftur. Bracket, point hérna. Er hann að fara að sigra underdog bracketið? Juice Kid þarf að gera eitthvað. Klikka núna, hann er satt nála því að fá burstið mitt. Þannig að hann á góðum stað ef að hann lendir í miklu klandri hérna. Purple, þeir lenda mjög mikið í þessu að fá Purple. Burstið strax farið. Og verður að halda tilbaka þegar það kemur risastór lasergeisli í underdogður. Ok, áfram. Beint komin í hotnið. Nei! Snýr við!
Juice á góðum stað hérna, gæti, það er wallbreak. Já, gott damage. Þannig að þess að Meteor náður til að fá burst, en því miður. Var þetta chip? Nei, hann hitt hann í lóinu. Juice er að ná að þessu, hann er að reyna að snúa þessu við. Fóru langar í sigurinn. Flott hérna, Valdi standa sig ótrúlega vel. Meira. Heldur að fara að hitta þessum. Hann hefði super mögulega geta gert góða hluti líka. En hann vil kannski eiga Meteorinn hérna. Það er mikið tension. Gott, anti-air. Flottur hérna. Juice að standa sig vel. Verður að halda áfram að halda aftur og bak. Yellow Roman cancel. Spurning hvort að... Nei! Burstið. Laser. Hann vel speysað hjá honum. En þetta kemur að 2-2. Nýfjamt hérna í Underdog True Final hérna. Seinasti leikurinn. Seinasti leikurinn hérna hjá þeim. Og það mun koma í ljós hver er að fara að taka Underdog bracketið. Duel 1. Let's rock. Það er alltaf að hitta með, reglulega að hitta með þessu. Hann er ekki að ná spacea hoppin sinn inn nóg vel. Það er 5P hérna hjá honum, en Juice nær að gera góða hluti á móti. Gott trade, því miður nær ekki að halda áfram með neitt mikið. Komin úr horninu. Og... nei! En hann er, þetta er alltaf góður. Hann er Blue Roman cancelin þarna til þess að halda áfram. Flott, kemur hann að hitta hann, en droppar. Því miður ekki hlaupinn í lasergeislan. Þarna geti verið búið. Hann er með super. Nei, hann er með hérna Meteor. Þarna, ok, aftur. En hann hefur unnið fyrsta rándi núna seinustu 3 leiki. Þannig að núna þurfum við að sjá hvort að hann er að klötsa þetta alveg í lokin. Góð byrjun allavega til þess. Juice alveg verið að koma með burst. Þannig kemur það. Eyðir því strax leið. Þarna, komið með hann í vegginn. Retro með cancel. Meira. Já! Verður að brjóta. Ekki alveg döður, hann er alveg. Er þetta séns? Er þetta séns? Únika gætin á þessu. Þarna, hann tekur þetta. Valdi Kaldi tekur þetta hérna í Grand Final resetinu. Afsakið. Þannig að þetta var vel spilað. Þetta tekur Underdog bracketið, sigurvegarinn Valdi Kaldi. Þannig að virkilega flott hérna hjá þeim. Gott að sjá líka menn sem eru bara að byrja að spila leikinn. Við erum allavega með einhverja hluti á hreinu eins og með góð combos. Og virkilega flottir. En þá getum við farið aftur í top 8. Og næsti top 8 leikur er Crownless Chief Ingi Þór. Þannig að við ég bið Crownless Chief og Inga Þór að koma inn í chatið hérna og koma inn í leikinn. Og núna förum við að taka Losers semifinal. Ótrúlega vel spila og skemmtilegt að sjá bara aftur. Þú skemmtilegt að sjá líka fólk sem er bara að byrja í leiknum vera að taka svona clutch leiki. Það er Ingi Þór, Ádjón. Það er spurning, er þetta að fara að vera, ég er með mitt pick. Nei, ok, það er Nagaryuki. Hann ætlar ekki að fara, hann er ekkert messing around, sko. Ég var að fara að búast við pot gegn pot bara upp á flippið. En það er Nagaryuki á mótið Potemkin hérna hjá Crownless Chief og Ingi Þór. Nú byrja pressan. Nú þarf Ingi að halda tilbaka. Þurfa að kunna vörnina gegn þessu.
Yes, Blood Rage hérna komið, nú hverfur lífið því miður og Ingi kann að láta líf hverfa hjá fólki, þannig að það er farið hérna. Farið leið. Og hann kom endgarabið. Ingi er ekki messing around, sko. Gott damage hérna sem hann er líka að gera. Getur verið búið. Dustið. Hann er svo sannarlega að segja honum Crownless að hann ætti ekki að vera eitthvað messing around hérna við sig. En Ingi Þór tekur fyrsta leik. Tekur fyrsta leik hérna. Gegn Crownless Chief. Hann er náttúrulega líka rugglaður á bottinum, sko. Hann er að fara að halda áfram með... Nei, það er bara beitislegir. Hann veit að hann þarf meinin sinn hérna. Hann veit að Ingi er búinn að... Er bara orðinn svo rosalega góður. Þetta er allan að tíma. Flottur. Gott mass hérna. Góð vörn. Aftur. Það er píð. Uss! Ég var að koma með cancel hérna. Stekti svo. Hann er svo klikkaður. Það er stakar hann hérna. Flott. Nota burstið á móti. Yes! Counterinn hérna kominn. Annar counter. Það er að halda áfram. Jú. Yes sir. Fyrsta round hérna á Crownless Chief. Anti er hérna. Því miður er ekki að follow upp á því. Gott low hérna. Vel gert hjá Crownless, komin í vegginn. Wallbreak hérna. Já. Hammerfall hérna. Virkar það? Þetta svo sannarlega virkar. Sjá þetta hérna. Þvílíkt offense hérna. Á ekki nógu metir til að drepa. Og þarna kemur það. Crownless tekur leik 2 hérna. Úps, ég glemdi að gefa Inga stigið sitt hérna. Það er 1-1. Beint hérna í næsta leik. Það er spurning hvort Ingi geti gert eitthvað gegn honum Slayer hjá honum Crownless. Þetta viti ekki á hvernig hann var að spila gegn þessu. Góð byrjun allavega hjá Inga hérna. Aftur nær honum. Bursti farið. Yes. Gott, komin inn. Crownless. Gott throw hérna, komin við leikinn. Nú þarf hann að verja. Vel gert! Gott challenge þarna í loftinu á Hammerfist með Jumpy. Já, ekkert vera að massa. Það er ekki alveg nógu. Ó, gott! Klass þarna. Klikka kombo hérna hjá Crownless. Já. Ég meinti til að gera meira damage, en ég komi núna í góðan stað fyrir tension. Ég er nú að fá eitthvað að smá lag hérna. Nú er spurningin hvað er að gerast hérna.
Það er eitthvað að ske hérna. Þetta, ég vona þetta sé ekki mín megin. Ég vona þetta frekar þetta sé mín megin heldur en þeirra megin. Heyrðu. Ég veit ekki hvað, það er einhver hérna það er einhver connection hérna vandamál hjá þeim tveim. Er hann þá eitthvað leiðindi hérna með connectionið hérna? Sýnist mér. Við þurfum eiginlega helst að, held ég að, já. Ég held við þurfum aðeins eitthvað að refresha þessum leik. Já. Þarna er connection lost. Það er spurning hver það var sem datt út hérna. Það er spurningin. Það er spurning hvor þetta hefur verið. Ég ætla að taka það ákvörðun að það er leikur 2 er gerður ógildur þarna vegna þess að það bara datt út tengingin. Mér finnst alltaf mjög unfair, eða mjög ósanngjarnt að við varum að detta úr þessu. Ég ætla rétt að vona að báðir séu með Ethernet kabal. Augnablik. Spjöllum við aðeins saman hérna, við ætlum að reyna að taka leikur 3 og það gerður ógildur þannig að það er staðan ennþá 1-1 hérna. Það var leiðilegt að þetta gerist og sérstaklega sem þetta var. Hann Framlöfs var í miðri árás þarna þegar þetta byrjaði að poppa inn. Þannig að við vonum að þetta lægist núna. Þeir báðir sögðust vera með Ethernet tengingu. Sýnst nú eitthvað vera þurfið hérna við að Crownless að reyna að tengjast við leikinn.
Það er smá pása hérna hjá okkur, ég ætla að láta þá hætta og koma aftur inn. Þannig að Ingi, ef þú ert að hlusta hér þá hérna farðu úr herberginu og komdu aftur inn. Við skulum sjá hvort að það ná að laga þetta eitthvað. Maximum number of... Já, ok, það er einhver error hérna í... Það er einhver error í chatinu. Sé ég hérna... Taka örstutta pásu hérna, mjúta mig hérna og við sjáum hvort að þeir ná ekki örugglega að gera... Ná að koma inn hérna næst. Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts, heaven or hell. Duel 1. Við viljum að reyna á þetta aftur, sjáum hvort það virki hérna betur. Já, ég þarf að kveikja henni skórbarðinni. Vonum að þetta gerist ekki aftur, þetta var mjög leiðilegt því að þetta er hérna einmitt alveg að vera búið þetta mót hérna. Það verður nú fínt ef þetta myndi virka rétt hérna vel alveg í lokin. Nei, er ekki að koma hérna, en þetta þarna jump D-ið hjá honum er náttúrulega rugglað líka í lokin á þessu. Hann á meter hérna, eyður það. Já, eyður því, það er Debbie. Ekki alveg nóg, þetta er aðeins eftir. Svo hvað gerist hérna, kemur hann inn. Yellow Roman. Red. Heyrðu. Stór hættulegt. Og þetta er nóg til að drepa hérna. Ingi Þór kominn aftur. Fyrsta round. Flottur. Verið báða megin. Flott, vel gert hérna, gott kombo hérna, corner carryið á Slayer hjá honum. Crownless er virkilega gott. 1-1 í round hérna, jafnt í roundum. Þetta hérna ekki meira dæmis hérna komið út. Meira. Hann er með burst hérna, hann Ingi. Getur mögulega nýtt sér það líka þegar að þið kemur. Burst er farið.
Crownless á núna best, getur mögulega nýtt sér það líka hérna Red Roman til að halda kombónu gangandi. Komin í vegginn. Aftur hérna, kemur sér í burtu. Flott, vel gert. Er hann að klára þetta? Crownless það ekki alveg. Þetta smá upp á. Mega fyrst. Burst komið. Þetta kemur það. Og Crownless tekur leik 3 hérna, 2-1 fyrir Crownless. Beint í leik 4 hérna, er Ingi að fara að ná að jafna þetta eða ætla Crownless að klára þetta til að keppa við Magic hérna í Loser Finals. Góð byrjun hérna hjá Crownless. Svo manngrafið hérna, stórhættulegt. Góð counter hérna hjá Crownless Chief. Kemur hann aftur, komin í vegginn. Gott kombo hérna, 100%. Já, já. Hot er náttúrulega stór gaur. Þetta er ekki að vera að ná að drepa hann. Ég hef aldrei séð þetta ekki drepa persónu. Ég vissi ekki einu svona að það væri ekki wallbreak með þessu. Gott burst hérna hjá honum. Nei, þetta getur verið búið. Já, já. Þú tekur hérna fyrsta round. Flott, gott að þetta eru 2 högg hérna fyrir Slayer. Einmitt, meira counterinn hérna. Leika pistol aftur og bak. Góð vörn hérna gegn Dustinu. Ingi er aldrei virkur í það að henda Dustin út. Anna counter. Komur aftur í vegginn. Anna super. 100. Já. Best að henda bara út þegar maður á 100. Nú drepur þetta. Ég trú ekki öðru. Ég trú ekki að öðru ennum að þetta drepi í þetta sinn. Þetta drepur ekki! Ég meina, þetta er bara einfall offer. Aftur, ég hef ekki eins og séð þetta move, þú veist, ekki drepa. Þannig að þetta er alveg frekar klika. Jafnt í rándum hérna, Crownless komin á set point. Það verður aðeins varkarari með hérna vörnina, með gegn Inga. Það er að opna Inga hérna, en góð vörn hjá honum. Nær hérna inn, nokkrum. Það er burstið, já hann eyðir burstinu hérna. Komið sér úr klandri. Það lítur illa út fyrir hann. Nei! Það er ekki að gera það. Ó, hann var búinn að inputa mappa handið. Hann er á slæmum stað, Lóið hérna. Þetta er nóg. Hann hittir! Nei, það er ekki að halda áfram. Ó, Ingi tekur þetta. Þetta leit skuggalegt út þarna. 2-2 hérna. Ingi að standa sig gríðarlega vel. Nú fáum við að sjá hver er að fara áfram að keppa við Magic. Það er búin með burstið. Crownless. Ó, góð counter hérna, komin í að vegginn. Því miður droppar þessu og hann tekur grabbið, en hann er að þróa á móti. Uss! Það er inn í loftinu hérna.
þetta dust í loftinu er stórhættulegt og þarna kemur. Já. Crownless á slæmum staði hérna, Ingi að standa sig gríðarlega vel. Gott command grab þarna. Yellow Roman, hann kom hann í burtu. Crownless að spila hættunuleik hérna að vera ofnálat. Inga. Það er með burstið, ef það er starf. Hann er ekki að halda þessu áfram. Gott hérna komið bakvið. Lóið. Góð vörð þarna hjá honum. Burstið eftir hérna. Aftur þetta. Hann er hérna að koma sér inn. Hann vantar eitthvað til þess að reyna að opna hérna hjá honum. Ingi. Hann náði einu höggi. Er þetta nú? Er þetta nú til að drepa? Já! Þeir eru ennþá lifandi. Þeir eru ennþá lifandi hérna báðu tveir. Hver er að fara áfram? Seinasta final round hérna, final game. Ingi að standa sig ótrúlega vel hérna. Crownless þarf samt að koma sér inn. Sjá þetta life lead sem hann er komið með. Þetta getur verið bara perfect næstu því. Ekki alveg. Því miður mistu það. Þetta er ekki perfect lengur. Hann er burstið uppi. Hann er með meter. Nei, og það er command grabbi til að klára þetta. Og Ingi heldur áfram. Það er ekkert annað. Ingi Þór hefur tekið hérna Crownless Chief í Losers Semifinals og fer núna gegn Magic í Losers Final. Þannig að við fáum Magic hérna inn, sjáum hvort að hann er að stoppa hann Inga. Hérna gefur Magic. Og við ætlum að fara í Loser Finals hérna. Ingi bara standa sig ótrúlega vel hérna. Hann er eins og þú segir hérna, craziest upsets. Hann er bara að taka menn hérna niður. Hérna fyrir við í Losers Final hver fær að keppa gegn Super MS. Báðir þessi menn voru sendir í Losers af Super MS, þannig að hver fær að sækja sér hefnd. Gott hérna að næra lenda ekki í grabbinu hjá honum. Og hann startið sér vel hérna, hann Magic. Núi, heyrðu, halló, þetta var, hann hitti tánum á honum. Flott, kemst þetta fram hjá með Alpha Blade. Þetta fyrir að massa hérna 5P á Wake Up, en það virkaði því miður ekki fyrir hann. Þetta fól vel gett, gott DP þann til að stoppa command grabið. Svo byrjun hérna að koma inn í. Úf. Devastating DP þarna, en nær að nota burstu sitt fyrir þetta.
komin í burtu. Nær að komast í burtu. Mjög góð persóna til þess að mynda að berjast við þetta super hjá Potemkin. En Magic, nei, Ingi tekur annað. Gott DP þarna í lokin til að ná því. Nær ekki að gera aftur hins á því miður. Ótrúlegt. Nær að hoppa yfir command-grabið. Geggjað, flottur, komin inn. Super. Þetta eflaust ekki nóg til að drepa. Pottum með allt og mikið líf til þess að mega deyja fyrir einhver svona. Yellow Roman. Ekki alveg nóg til að drepa. Chipper út. Nei! Þróið. Oh my god, nær ekki að hitta! Nær ekki að hitta grapin í loftinu þarna. Ingi misklikkaði þarna aðeins of snemma á því. Magic tekur fyrsta leik. Nú heldum við áfram. Hvor er að langa meira í hefnd sína gegn honum Super-MS. Mankind knew that they cannot change. Duel 1. Let's rock. Gott burst bait þarna, klikkað vel gert hjá honum Magic. Kom með hann. Já. Sá hann var að massa þarna. Sýndi þetta að vera 2P. Því miður var hann til við þetta. Hann að gera þróið, komin í vöðin og command grab. Því miður þá er Chip náttúrulega með minna health líka, þannig að þetta er náttúrulega bara, þú veist, bara casual 40% health eða eitthvað sem hann missir. Það er náttúrulega óeðlilega fair. Nei, því miður, það er ekki að klára. Yellow Roman cancelið. Roman, já, lóið hérna. Ingi Þór standi sig gríðarlega vel hérna. Ætlar hann að halda áfram að láta alla þessa kónga falla hérna. Þeir bæði Crownless og Magic hafa unnið mót. Þannig að núna er spurning hvort hann nær að stoppa þetta líka. Vel gert, gott backdash hérna hjá honum. Magic. Já, kom henni í vegginn. Nær því miður ekki að halda áfram. Og aftur annað! Til þess að hafa að klára. Það er ekki með metin til að klára þetta. Þarna! Vel gerði, ekki hræddu við það að hoppa of nálægt. Þetta var góð leið til þess að díla við þetta. Hérna, jump dust hjá honum, Potemkin. En Ingi með hann í veggnum hérna. Stór hættuleg staða fyrir því miður. Flottur, kemur með hann áfram. Ingi annað super armor. Nei, og pén ekki nóg til að drepa. Hann kom með henni vegginn. Hann getur fengið burst hérna eftir smá stund. Nýta við sér þetta. Burstið farið hjá Magic. Burstið í ofnbaka. Nei! Og þetta klikka super. Það er ekki wallbreak með þessu. Já, hann átti metir fyrir meira til að halda áfram að klára þetta. Þetta var klikkað, því clutch move hérna hjá Magic. Þetta var klikkað. Klikkað að sjá hérna. En Ingi er nálægt því að ná honum. Hann var heldur betur nálægt þarna. Mankind. Duel 1. Let's rock. Flott, gott hérna. P er bara random
P í neutral. Svo á að vera. Aftur random P í neutral. Command grabið hérna á móti. Vel gert. Nei, því miður ekki alveg rétt tímasetning á þessu. P-in hérna. Góð vörð þannig hjá Inga að vissu leyti. Ó, hann er að hoppa yfir command grabið. Vel gert hjá Inga. Því miður er Magic að standa sig vel hérna, super. Aðeins að pumpa út damage-inu hérna. Góðum stað, en þú er fullt líf. Gott life lead. Ingir alveg að fara að fá burstið. Nýtir sér burstið, veit ekki alveg hvort þetta hefur verið snuðt. En það geti kannski verið hérna, hann þarf náttúrulega bara 1 command grab og þá er náttúrulega, þú veist, 60% af lífinu farið eða eitthvað, 70% eða eitthvað fucking kjátaði. Nei, Magic er ekki að halda áfram. Þróið. Það er literally 1 command grab og hann er döður, sko. Þannig að það er því miður. Ó! Hitt spurtu við frá þessu. Nei, og þetta kemur það. Og Ingi hefur tekið leik 3 hérna. Ingi Þór að venju að klötsa þetta. Úps. Nei, spurning Ingi er bara Ingi er að spila rosalega vel hérna. Kannski ekki besta þarna walk up. Þú veist, þetta er náttúrulega bara rugglað, sko. Það er náttúrulega umhyggja chip að vera að berjast við, þú veist, gauðra sem er fyrsta lagi með meira health, gera rugglað damage og síðan er hann með minna health. Þetta er smá erfitt. Erfitt matchup fyrir chip, myndi ég ekki ska. Flott. Super hérna, wall break. Jú, no that. Ekki lengur með þess mikið live lead og það var seinasta rándi. Burstið. Ah! Ekki gott DP. Þannig kemur það. Komin á set point hérna. Set round, hann Magic. Vel gert. Komið með meira hérna inn í hotnið aftur. Lóin að klikka inn. Super. Búinn að byggja sér super á eldsnöggu tíma. Meira hérna. Þetta kemur að annað super. Reyna að halda hann á algjörlega á tónum hérna með life leadið, en hann er með burst og hann er með tension meter. Spurning hvort að Ingi standi fela. Þetta klikka backstas og super til að klára þetta hérna. Magic ótrúlega vel spilað, klárar þetta hérna og fer áfram í Grand Finalið hérna gegn honum Super MS. Ég meina þetta var freka klikkað og þú veist, það er ekki hægt að taka frá Inga að Ingi var með eitthvað sko rugglaðasta bara run hérna sem ég veit sko. Þetta er búið að vera sturlað mót fyrir hann. Menn eru hérna að mæta inn í, fáum að sjá núna Magic og Super MS rerunnið. Það var á seinasta pixel seinast, þannig að við sjáum hvernig þetta fer núna. Hvor ætli takit í þetta sinn, en Magic er augljóslega á loser side.
Ég býð alltaf spenntur að sjá hvernig þetta fer hérna hjá þeim mönnum. Instead of reflecting on themselves, they blame the beasts. Og ég vil bara nýta hérna tækifæri til að segja takk allir sem að mættu og skráðu sig og fylgdust með. Bara gaman að sjá að það áhuga ennþá fyrir online mótum og ég veit að mér langar smá að reyna að halda þessu áfram gangandi setna. En þetta það verður að koma í ljós í sumar einhvern tímann. En hérna kemur að Grand Final, Magic Super MS, let's go! Magic er náttúrulega heitur eftir hérna seinasta leik gegn Inga Þór með Super MS. Þó að hann hefur líka vissulega staðið svo ótrúlega vel, sigra náttúrulega bæði Crownless og Magic og Inga Þór, þannig að það er búið að vera sturla mót líka fyrir Super MS, því miður sáum við ekki hans leik gegn Crownless í bracketinu. En hann er að standa sig vel hérna, sérstaklega síðan ef hann tapar þá getur hann náttúrulega hendi á APA því miður er low tier þegar hún var að missa alla hlutinu sína og hann sé að gera alveg klikku kombo hérna. En þú veist, þannig virkar þetta. Þannig á maður að gera þetta. Maður á bara að downplaya persónu sína. Þannig til þetta búið. Vel gert hérna, nær honum í nær svo sannarlega hérna í anti-eirunu. Vel gert, gott. Magic að spila sturlað vel hérna. Ég komin áfram, komin vel í hotnið. Jójó. Komum með fullan ragemeter. Heldum við svo gangandi. Þarna, nei, það er ekki að halda áfram en svo chippið líka á þessu er rugglað. Burstið farið. Halda sér frá svo hann getur bara að reyna að bíða einhverja burst eða tók til að meterinn er búinn hjá honum. Hann á ennþá smá til að opna þetta aftur en það er hann að gera þetta. Yes. Fyrsti leikur á Magic. Magic tekur hérna fyrsta leik Grand Finalinu. En þetta er búið að vera sturla móti eins og er gaman að sjá fólk sem að bæði nýtt fólk að mæta og gaman fólk að mæta sem að er kannski ekki búið að mæta lengi eins og Super MS. Þannig að mér finnst þetta bara búið að vera að ganga rosa vel. Og hérna hann er að ná að punisha vel hérna Super MS. Gott throw hérna. Nei, góð tímipunktur til að gera það. Nei, hann er farin út. Leið mér í burtu frá Rage. Það þætti eiginlega helst að slökka á þessu en of seint. Það er horfið. Alpha Blade hérna. 3 for the press of 1 í kombói. En hérna meira komin í hotnið. Það er bara að brjóta vegginn og Super. Nei! Það ætlar að geima Superinn hérna aðeins. Það kannski nota hann í einhvers konar hérna akkurat meira kombó. Því miður burstið á seinustu stundu. Þegar báði burst uppi hins vegar. Magic ennþá Super. Eða metir segi. Þetta var klikkað! Það er að drepa! Nei, ekki alveg nóg til að drepa. Sjó! Burstið farið því miður, ekki gott. Í góð nýting á burstinu því miður, en þetta var rosalegt. Þó að Magic sé með yfirhöndina eins og er, þá verð ég að segja að Super MS er að spila samt brjálæðislega vel. Þetta Biff Purge. Annað þetta counter. Annar counter. Bara counter eftir counter eftir counter. Herðu, halló. Let my man out of this defense, maður. Hvað er að gerast? Þessi pressa hjá Magic er rosaleg. 2-0 hérna hjá þeim félögum. Magic er að reyna að snúa við
blaðinu. Honum langar virkilega mikið í Grand Final resetið. Ég vil sjá í chatinu hérna, hvað er þetta? Er þetta höfuðborgarsvæðið eða er þetta Norðurlands mótið? Hver að fara að vinna þetta? Super MS eða Magic? Góð hérna byrjun. Þeir eru frekar jafnir hérna. Þetta er erfitt. Command grabbið. Dropkick, ég sé hann nota þetta rosa mikið. Gott trade hérna. Lukkulega fær ekki meira combo. Já, börsti farið. Já, reitsmettir, nei! Heppinn hérna að ná að halda áfram. Vel gert. Það er aðeins meira metir. Getur nýtt þetta hér. Símir. Klikkaðast á upphæðis. Counterinn hérna. Nei! Hleypið honum ekki inn. Þetta kemur hann. Nær. Ok, flottur. Hérna gerist þetta. Super MS nær loksins rándi. Hann er ekki búinn að ná rándi hérna í seinustu leiki. Dash in. Þetta er náttúrulega gott move. Elska þetta. Hún er eitthvað að gerast hérna. Super MS að vakna. Sleppur á metirnum hérna til þess að reyna að halda aðeins. Gott. Burstið. En Magic á ennþá sjens á þessu. Nei, því mér droppar. Devastating. Gott. Burst bait. Komið metir, ekki nótið að drepa, en hérna. Já. Og beitar DP-ið. Super MS tekur leik 3 hérna. 2-1. Super MS er núna aðeins að vakna, hann er okkar við sér hérna. Þetta var einmitt erfitt að sjá þarna með superið hjá Magic. Eðilegt að smá þarna við að ná ekki að hitta því. Dashing move hjá Abba er svo gott. Góð vörn hérna hjá Super MS líka, góðt. Góð tímasetting á að snúa þessu við. Það er ekki að halda þarna, það er ekki kíkigaflinn þarna í lokin. Gott trade, komin af sér. Því miður, ekki næri að gera mikið. En núna Super, þú ert ekki að fara að Nei! Jú, nóg til að drepa, það er ekki einu sem Superinn til þess að drepa þarna. Það má ekki vera, það má ekki checka hann út alveg strax. Hann er ennþá á góðum stað hérna. Þessi low að hitta. Yellow Roman. Gott! Anti er hérna! Jú, kemur hann áfram. Missir því miðmetirinn, hann er ekki að fá tilbaka. Nei, kemur hann hérna inn í. Hann á þvílíkt mikið að metir. En því miður droppar. En það er alltaf góð, hann er að peka upp aftur. En það er ekki að klára, hann var því miður inn í mið-kombo til þess að geta Gerka meira, nei hann verður ekki með supermetinn fyrir það. Er þetta fljóta? Og hérna er það. Það er reset o'clock, segi ég. Það er bracket reset hérna. Og við sjáum fáum þá félaga hérna til að taka Grand Final resetið. Magic virkilega sterkur. Super MS þarf núna að fara aftur í bankar og reyna að finna út hvað hann á að gera. Ok, flott, en búin að losna við burstið allavega. Það þarf bara að koma inn smá offense hérna á Magic. Á góðum stað. Burstið farið á báðum. Akkurat data collected.
Hvor er samt búin að dalda hvorum. Hérna. Kíkrabið. Jú. Næstu í fullur meter. Og næra komin á aftur hérna. Hann er á hættunum stað. Nú fyrir Magic að hlaupa í burtu. Nei, hann ætla ekki að gera það. Stór hættunum staður. Super MS. Fyrsta round. Pressa hann í vegnum. Góð tímasetting á þessu. Báðir komin með burst. En hérna kom sér inn. Nei! Því miður. Þetta dast því miður nær að þróa því. Burstið farið hjá Super MS. Því miður erfitt DP. Hann er búinn að vera að missa mjög mikið DPs á þessu móti, hann Magic. Gerist mikið að gegn Inga Þór áðan. En það er allt í góðu, hann er með sideswappið hérna. Búinn í vegginn. Hann á svo mikinn Jealous Rage. Hann þarf að nýta sér þetta. Þetta var geggjað! Komið fullur metir. Þetta er að gefa hann! Oh my god, Super MS. Ekki alveg nóg. Þarna! Og þetta nóg! Ekki alveg nóg! Og þróið! Hann er bara að jafna þetta! Nei! Hann er ekki bara að jafna þetta! Þetta kemur það 1-1. Þeir eru ennþá fyrsta leik. Nú er þetta allt í einu byrjað að gerast. Nei! Static-dótið komið aftur. Ég veit ekki hvort það sé út af því að ég geti verið mækinn minn. Ég ætla að leyfa mér að giska á það. Meira. Hann er á slæmum stað hérna. Það lítur út fyrir að vera perfect fyrir hann Magic. Magic. Nær fyrsta leik. En þið verðið að átta ykkur á því að þetta er Super MS er svo nálægt því. Hann er svo nálægt því að vera að jafna þetta. Það er ekki einu svona eðlilegt að sjá þetta. Þeir eru svo nálægt hvort öðrum hérna. Hann er alltaf komin yfir hérna í Grand Final resetinu. Super MS þarf að gera eitthvað hérna til þess að ná ef hann ætlar að reyna að ná að sigra þetta mót. Klikkaði superið hérna. Magic. Nær ekki að komast nógu langt inn því miður. En gott pönnus á þessu dashi og backdashi hérna hjá honum, en það er ekki nógu mikið. Það er áhugaverð kombo til að klára þetta. En Magic er svo sannarlega að gera góða hluti hérna. Þarna kemur að því miður. Nei, nær ekki að gera á því miður. Þá ertu að missa bara metra meðan þetta er inn í þessu. Og Jealous Rage búið. Þarf að gera eitthvað til þess að fá metrinn sinna aftur. Magic. Spurning hvort hann ætlaði að snúa við eða ekki. Jú, hann er komið hann í hotnið þannig að þetta hlýtur að vera góð ákvörðun hjá honum. Komið super. Kláraði þetta með super. Já. 2-0. Magic er á einhverjum svona steamróli akkurat núna. Super MS þarf að vakna, hann þarf að fá orkuna frá ykkur í chatinu. Norðurlandið þarf að virkilega
að channela hérna, manifesta sigurinn fyrir Super MS ef að Norðurlandið á að ná þessu. Það er eina leiðin. Eina leiðin. Mér sýnist allt norðar en höfuðborgarsvæðið halda með. Það er Akranes hætti líka með honum. Gott þarna, gott pönnis á þessu. Nei, því miður. Throw-ið. Shoryuken. Klikkaðasta move. Ok, nær opnan þarna. Missir. Nei! Ég heyrði hljóðið. Að hann var að fara í rage mode en því miður var hann dundraður því. Það lítur illa út. Nú er komið hérna. Magic er á tournament point hérna. Tournament point hjá Magic. Super MS þarf að gera eitthvað stórt. Klikkað! Þarna! Ok. Yes! Nær meiri meter. Gott með hann, komum í hotnið. Nei, því miður. Burstið. Hann beið með það. Góð ákvörðun að bíða með þetta. Svo þetta burstið eftir og getur nýtt sér það þegar að klandur. Hérna er það. Nær lukkulega. Nei! Devastating! Hann er ennþá lifandi. Hvað er planið? Þetta! Hann er með hann. Hann getur verið við þetta. En burstið er ennþá í play hérna hjá Magic. Og þetta kemur það og hann hefur tekið þetta. Magic með því líka Grand Final runnið. Ótrúlega klikkað. Hann er náttúrulega ríkjandi sigurveri hjá í Guilty Gear. Skiljanlega er þetta erfið aðstæð til að finna sig í. En klikkað samt sem áður. Ótrúlega vel spilað. Nákvæmlega þarna vel spilað hjá báðum. Sé hérna í kommentunum. Og bara vel spilað hjá öllum á þessu móti. Mér finnst alveg magnað hvað fólk var að standa sig rosalega vel. Þetta Grand Final var þetta klikkað. Eiginlega bara tæknilega sér allir leikirnir hjá Magic og Super MS voru klikkaðir alla leiðin í gegn. Þannig að mér finnst þetta bara magnað og líka bara það einmitt. Eftir allan þennan tíma koma aftur Super MS eftir að hafa einmitt bæði nerfað personans og líka ekki spilað í langa tíma að komast einmitt Grand Final á winner side þó að Magic tók þetta í Grand Final resetinu þá samt sem aður magnað. Ég ætla bara að byrja að segja takk allir sem að skráðu sig, allir sem horfðu á. Ég vil sérstaklega þakka Valda í Gungnir hérna frá Gungnir. Þakka fyrir það að hjálpa mér að skipulegja þetta og fyrir að sjá Underdog bracketið. Og ég mæli líka með, það er akkurat núna í pinned kommentinu. Tjekkið á Twitch rásinni hjá Gungnir GG. Mér skilst að þeir ætla að reyna að taka Guilty Gear meira og þar á meðal út af því að þeir ætla að taka á Norðurlan sem að ég ætla að finna dagsetninguna hérna svo ég sé alveg með þetta á hreinu. Mér að sé 22. til ég þarf að sjá hérna skilabóðum sem ég fekk hérna seinast þetta 22. til 24. Maí þá er hérna Norðurlan á Akureyri og mér skilst það sem er frítt að taka þátt ef ég man það rétt þannig að það er must fyrir menn á Suðurlandinu að stökkva á Norðurlan og sína hvað þeim í þeim býr í Guilty Gear og ég er bara ótrúlega ánægð með þetta eins og það er frítt sé ég hérna í kommentorum síðan bara aftur næsta sunnudag 10. þá er Tekken 8 mótið, seinasta Tekken 8 mótið áður en við tökum nýðhögg-deildina úrslitakvöldið og síðan 17. Maí er seinasta Guilty Gear mótið
já, seinasta Guilty Gear mótið í nýðu deildinni til að safna sér stigum og ég er í samtali við þá hjá Next Level Gaming það að hvernig við myndum hátta því en það verður laugardaginn 13. júní er úrslita kvöldið og þeir sem hafa komist í topp 8 í hverjum leik þeir fá ókeypis að taka þáttar það vinningar ótrúlega stóri vinningar og það verður bikar fyrir aðals fyrsta sætið þannig að þeir sem eru að keppa í þessu það möguleiki að þið getur farið heim með stórfallegan bikar en ég ætla ekki að fara að bladra mikið meira ég er búin að bladra hérna langt fram eftir þetta var alveg hvað var það lengi næstu 3 klukkutímar eins og ég bjóst við en takk fyrir að taka þátt og hérna vera að fylgjast með þannig ég þakka bara fyrir mig og við sjáumst eftir viku í Tekken 8 mótinu. Bless.